Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn á N4. Nú það fitness og þeir eru komnir til mín, Einar Guðmann og Sigurður Gestsson, líkamsræktar frumkvöðlar. Velkomnir. Takk fyrir það. Þið eru ekki alveg að byrja í þessum bransa, ekki rétt hjá mér? Nei, við erum búin að vera svona, ég búin að vera hátt í 40 ár sko. Já, einmitt. Og ekkert að þreytast? Nei, maður hafði mikið eftir ennþá sko. Mikið eftir enn. Og nú stendur mikið til, á morgun mót. Það sem sagt árlegt bikarmót hjá okkur. Já. Og þessu sinni þetta 25 ára afmæli. Já. Og undanfarin ár höfum við verið með þessi mót í Reykjavík en flytjum þetta heim í tilefni afmælisins. Já. Verður þetta upp í íþróttahöll? Nei, þetta í Hofi. Þetta í Hofi? Já. Í stóra salnum? Já. Haustlags. Og þá eru væntanlega áhorfendur velkomnir. Hversu 500 manns getum við rúmað? Já, við hvetjum alla til að mæta í þetta. Þetta skemmtilegt. Já, og af því að við erum kannski ekki öll með á hreinu hvað fitness hvað það nákvæmlega? Það keppni sem sagt á vegum IFBB, sem að segja, Alþjóðasambands líkamsræktarmanna, sem við erum búin að vera í forsvari fyrir, eiginlega síðan elstu menn muna hérna á Íslandi eiginlega, sem að segja. Við vorum báðir að keppa sem sagt á fyrsta Íslandsmótinu í Vaxtarrækt á sínum tíma. Já. 9. maí 1982. Þá var ég 15 ára og hann eitthvað aðeins eldri. Okay. Og en sem sagt, við erum að keppa í fitness, vaxtarrækt, ólympíufitness, það sportfitness, þetta eru nokkrar greinar. Þetta eru 12 keppnisflokkar og það verður að keppa í mismunandi greinum sem sagt á laugardaginn, úrslit klukkan 6 í Hofi og þarna erum við að fá 40 keppendur það bil á svið. Og þetta allt Íslendingar? Bara Íslendingar. Þetta svona bikarmót. Íslandsmót, já þannig. Nei, þetta bikarmót. Bikarmót, ok. Íslandsmót alltaf páskana. Já. Og þarna keppa menn í samanburði og þetta mismunandi reglur eftir flokkum. En þetta í takt við reglur Alþjóðasambandsins. Við höfum alltaf keppt undir þeirra formerkjum. Og þannig fólk að gera ýmislegt. Sumir eru með tónlist og gera einhverja svona dansrútínu, ekki satt? Það bara fitness kalla í dag og ólympíufitness kvenna í dag. Og vaxtarrækt kalla líka. Og svo vaxtarræktin, já. En annars eru menn að hnykla vöðvana og svona sína hvað þeir eru búin að rækta líkamann, eða ekki? Jú, það snýst það. Það hluti þess. Ég segi í sérstaklega í þessum fitness og vaxtarrækt. Annars ekki verið mikið að spenna. Þetta svona meira stöður og... Þetta samanburður. Já. Þetta meira samanburður. Það snýst svolítið að í dómgæslunni að það verið að dæma samræmi, hlutföll, skurði og í rauninni svona... Ég hef alltaf frá fyrsta degi litið svolítið á þetta svona eins og myndhöggvari og horfir á það sem hann að skapa. Þú ert að móta eitthvað. Það tekur þetta fólk ár og áratugi að ná þessum árangri. Og dómarar í rauninni að leggja ákveðið mat á þetta, hvernig hlutföll eru samræmi og skurður og... En ef maður bara með þannig af Guði gerður að maður kannski með eitthvað styttri lappir en flestir eða eitthvað, en maður ekki alveg í réttum skiljið hlutföllum. Já, náttúrulega passa ekkert allir endilega í þetta sko. Nei. En það hins vegar að gera svolítið að laga þetta. Já. Reyndar ekki lengi á útlimi, en það svona... Það eru svona ýmis ráð til að láta þetta líta betur út á sviði. Já. Og það ótrúlega hvað menn ná miklum árangri í þessu. Við erum að sjá fólk á besta aldri gera stórkostlega hluti í þessu. Þannig að í rauninni, þetta í rauninni íþrótt sem hefur eiginlega komið líkamsrækt á koppinn á Íslandi. Þegar við byrjum með þetta 1994, við erum haldið upp á 25 ára afmæli með þessu móti hérna á Akureyri og í rauninni 1994 þegar við erum að byrja með þetta, þá var orðið fitness ekki til í íslensku. Nei. Og hefur í rauninni verið náttúrulega tökkorð alla tíðin, en menn vissi ekkert hvað þetta snýrist og sumir vita ekki þann dag í dag. Ég er ekki alveg vel að mér í þessu ennþá sko, en ég held ég hafi einhverja hugmynd sko. Þetta þá þannig að fólk bara þrotlist að æfa og stefna að þessu, því að svo þetta ákveðin svona tímasetning. Þú þarft að hitta á að vera á þessum tíma, mótsdaginn, þá þarft að vera búin að
er það ekki? Jú, Gera þetta allt klárt. tilbúin á þeim tímapunkti og auðvitað er þetta líka bara lífstíl. Og svo náttúrulega heldur bara áfram þegar mótið er búið að halda þér í þessu formi. Já, þetta fólk sko, sem hefur til dæmis komið í þjálfun til mín, mörg hundruð manns í gegnum árin. Já. Þetta er allt saman fólk sem er í flottu formi áfram. Já. Þannig að þetta er ekki í rauninni endilega, þetta snýst ekkit endilega þetta mót, heldur meira svona Þetta er ákveðin lífstíl hjá keppendum og hérna, ég hef nú alltaf haldið fram að í rauninni ástæðan fyrir því að stór meirihluti fullorðinna Íslendinga á kort í æfingastöð megi rekja til þeirra byltingar sem fór í gang þarna með fyrstu árum svona vaxtaræktar, þá hét þetta bara vaxtarækt fyrst, að þetta smitaðist út í þjóðfélagið og hefur gert það í sömum löndum, alls ekki öllum, en Íslendingar eru náttúrulega fljótir að tileinka sér hlutina og hérna við eigum nokkuð örugglega heimsmet í ástundun æfingastöða. Það eiga margir kort í æfingastöðu, hvort sem það er sem sagt á landsbyggðinni annar staðar og í dag þykir sjálfsagt að það séu æfingastöður á hótelum, veitingastöðum liggur við og hérna hvar sem er og ferðast heiminn. Það er æfingastöð í kjallaranum á hótelinu, mjög líklega. En veitingastöðum kannski? Já, það er farið að blanda þessu saman sko. Þannig að þetta er farið að vera sjálfsagður hlutur á daglegu lífi. Sem er örugglega mjög gott svona út frá lýðheilsufræðilegu sjónarmiði. Það er að segja að maður nota kortið sem maður á. Það maður er ekki bara áskrifandi, eða hvað segir maður, styrktaraðili? Já, styrktaraðili, við köllum hann styrktaraðili. En núna á morgun, klukkan 6 í Hofi, þá er þetta svona að koma og fylgjast með úrslitunum. Er þetta allur dagurinn undirlagður? Nei. Við erum með stutta forkeppni við morguninn, aðalega til að fara eins yfir hlutina en svona hvetjum áhorfendur fyrst og fremst til þess að mæta klukkan 6, þá fara hlutinir að gerast. Já. Og þá fer fólk upp á svið, þá saman til að bera það saman. Já, í hverjum flokki fyrir sig. Í hverjum flokki fyrir sig og þetta eru karla og kvenna og einhver aldur kannski að þyngd eftir hverju. Já, þetta er bæði þyngd, þetta er nú fyrst og fremst hæðaflokkar núna. Já. En ákveðna greinar þá þarf sem sagt að standast ákveðin þyngdarmörk. Þannig að munurinn á fitnesskalla og vaxtaræktkalla, að fitnesskallarnir mega ekki vera nema ákveðið þungir miðað við hæð, en vaxtaræktkallarnir mega vera eins þungir á vilja. Þeir fara bara í ákveðna þyngdarflokka í rauninni. Og er svo ekki fólk svolítið að leggja upp úr því að vera svolítið brúnt? Af hverju er það? Til að sjáist betur? Já, það bæði sjást svona hvernig líkaminn er tónaður og líta nú bara einfallega betur út í sviðsljósunum með örlitla brunka á króknum. Þetta er eins og leikarar, þeir setja á sig smink bara til að hverfa ekki í ljósunum. Já, það er svolítið þannig sko. Það er engin skylda samt sem þetta er bara kemur betur út, þannig aðalega það. Og í hverju er svo fólk, bikini eða buxum eða er þetta líka kjólar á lætið eða hvernig er það? Nei, það er ekki kjólar í þessu. Nei, það eru einhver áratugir síðan við hættum því. En það var einhver? Það var upphaflega, já. Fyrsta fitnesskeppnikvenna 94, þá var rútína sem byggðist á kjólum og hérna, ég vil ræðu með þessu. Já, var það ekki? Þetta var eitthvað að tengja þetta. Semi fegurðarsamkeppni og svo líkamsræktarkeppni. En nú er þetta meira bara. En hérna, það slípaðist fljótt af og þetta þróast eins og annað og það hefur gerst mikið í gegnum tíðinni í því. En í dag er þetta fyrst og fremst samanburður og hérna, þetta er eins konar uppskeruhátíð keppenda sem eru búin að vera að leggja mikið á sig. Akkurat. Nú er tíminn hlaupinn frá okkur. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Hvetjum fólk til að kíkja í Hof klukkan 6 á morgun og taka þátt í 25 ára afmælinu. Takk fyrir að koma. Takk.